þá komið að aprílleiðsögn fyrir fiskana. Þetta opinn lestur á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Við dempum okkur beint á lesturinn og byrjum að athuga hvaða fiska ég að tala við. Við fáum atburði, uppákomur, áskoranir, fáum leiðsögn og svo líklegustu framtíð. Kæru fiskar. Það sem ég að sjá hér að það nýverið hefur verið tímabil áskorana og jafnvel einhverja erfiðleika. Hins vegar þá ég líka að sjá að þetta eru áskoranir sem eru ekki of mikið fyrir þig. Áskoranir sem að þú hefur öll þau verkfæri og allan þau styrk sem þú þarft til þess að komast í gegnum þær. Þannig að þetta ekki áskoranir eða erfiðleikar sem að buga þig. En hins vegar sé ég að í dag þá óöryggi í þér gagnvart þeim. Og ef til vill ertu ekki að upplifa að þú sért nú sterkt fyrir þessar áskoranir. Það ótti í þér sem heldur aðeins aftur að þér. Það svolítið eins og þú sért að tala sjálft þig svolítið niður. Og eins og þú hafir ekki alveg trú á því að þú ráðir við að höndla aðstæður. En hins vegar það sem beint framundan hjá þér að það áminning allt sem þú hefur lært, allt sem þú kannt, öll verkfæri sem þú hefur náð í á lífsleiðinni til þess að styrkja þig, efla þig, þannig að þú áttir þig á því að þú getur komist í gegnum þetta. Að þú höndlar þetta, þú ræður við þetta, þú getur komið þér gegnum þessa erfiðleika, þú þolir þessar áskoranir af því þú hefur allt sem þú þarft til þess að takast á við það og koma út úr því sem heill einstaklingur eða jafnvel sem sterkari einstaklingur. Þannig að það er svona uppgötvun framundan hjá þér hvað það varðar, að þú ert alltaf að fara að sjá betur og betur, þú hefur það sem þú þarft. Þú ert með allt sem þú þarft til þess að vinna bug á þessum erfiðu tíma. Og leiðsögnin þá leið að haltu áfram að ekki láta neitt stoppa þig. Þó þú vitir ekki endilega í hvaða átt leiðin liggur, taktu samt skrefið. Þó þú vitir ekki endilega hvort að vaðið sé fyrir neðan eða ekki, taktu samt skrefið. Lífið alltaf teningakast, við vitum aldrei hvað gerist. Og við megum ekki láta ótta halda aftur að okkur. Við megum ekki láta hvað ef hugsunina halda aftur að okkur. Þannig að haltu áfram þessari vegferð sem þú ert á, haltu áfram að vinna þig í gegnum það sem þú ert að fara í gegnum. Ekki flýja áskoranar og ekki tala þig niður, það náttúrulega það fyrsta, en ekki flýja áskoranir og ekki vera hrætt við að taka næsta skref. Og í hverju skrefi, þó það séu hænuskref þá eru samt skref. Af því að síðan það sem framundan að það sem þú ert búin að vera, það sem þú hefur verið í rauninni að biðja það að segja einhver lokun eða klára einhver úrlausn á þínum málum, á þínum spurningum, að það innan seilingar fyrir þig, það á leiðinni til þín og ég að sjá hér mikinn fögnuð. Hvort sem að það mannfögnuður með öðrum einstaklingur eða fögnuður innra með þér. En það allavega það sem að þú hefur verið að reyna að teygja þig eftir,
það sem að þú hefur verið að biðja að fá til þín, það að nálgast þig. Og það svo sannarlega fagnaðarefni þar. Svona fá örlítið meiri innsýn hér. Akkurat, þessi áskorun sem að kom inn í líf þitt, þetta svo sannarlega eitthvað sem að ögrar þér í sjálfu þér. Það að segja, ögrar vissuðinni það hver þú ert, hvað þú gerir, hvert þitt hlutverk ögrar þekkinguðinni á sjálfu þér. Þannig að þetta hefur skakað svolítið mikið við þér. Og hrist svolítið upp í þinni tilveru og skapa þessu óvissu þér og þar leiðandi skapa líka ótta. Af því að óttiðin að birtast reglulega í þeirri mynd að þú ert svolítið í því að setja sleggjudóma á hvað í gangi og sérstaklega á sjálft þig. Þú ert mikið að setja, að hugsa mjög hratt í rauninni. Að það virðist vera stutt þessa dagana í hugsanir eins og ég get ekki, ég kann ekki, ég veit ekki. Og eins og þú sér búið að fyrirfram ákveða að eitthvað sé ómögulegt eða ekki hægt eða svona hinsegin, út frá óttanum þínum. Þegar það óttin okkar sem að heggur á og segir, nei, ég get þetta ekki, nei, ég kann þetta ekki, nei, ég vil þetta ekki, nei, ekki þetta. Og við gefum okkur ekki rými til þess að raunverulega hugsa okkur Þannig að hugsaðu svolítið það. Ekki ákveða of hratt að eitthvað sé of mikið. En eins og ég sagði, það sem beint fyrir fram að sjónarhornið þitt að fara að breytast. Þú ert að fara að sjá að þú kannt meira en þú gerir grein fyrir. Þú hefur fullt af verkfærum til að vinna úr erfiðleikum. Og þú ert að fara að átta þig á því og þú ert að fara að sjá það. Þitt sjónarhorn að fara að breytast. Viðhorfið þitt að fara að breytast. Og einmitt með leiðsögnin þína þá hérna verið að benda þér á innsæið þitt. Treystu því sem kemur innan frá þér. Treystu því að þú vitir hvað þarf þegar að þú finnur að það þú finnir ekki nema bara minnsta meðbyr að taka næsta skref. Ef þú finnur innra með þér, núna á ég að taka næsta skref, gerðu það þá. Hlustaðu á innsæið. Það eitt það sterkasta sem við eigum til í okkar farteski. Og í framhaldinu, eins og ég sagði það, í rauninu bænum þínu verður svarað. Það sem þú ert að bíða eftir, það sem þú ert að biðja það að nálgast þig, það verið að hlusta. Í leiðinni, fyrst að við erum að segja þetta svona að bænum þínu verður svarar, verður þá meðvitað hvað þú biður sendu þá eitthvað gott og fallegt út í heiminn og þegar þá það sem þú fær tilbaka. Passa að þið senda ekki eitthvað þungt og neikvætt, þá það sem þú fær tilbaka. En settu, notaðu hugleiðsluna, hvort þú vilt kalla það bænina eða manifestation eða hvað. Það sem þú sendir út frá þér, það kemur tilbaka og það verða svör, það kom einhver svör og það verður fögnuður fyrir vikið. En það hlustað, þannig að þú getur sendt óskina þína út, að senda eitthvað fallegt út, biðja eitthvað fallegt, því það það sem kemur tilbaka. En við náttúrulega fáum einhvers bænum svarað ef við biðjum ekki það. Ef við biðjum ekki neitt, þá kemur ekkert. Þannig að þú þarft að setja bónina eða bænina út í heiminn. Fáum hér eitt spil í lokin, þá sem ætla að taka heim og saman.
Það kemur fyrir resistance, mótstaða, hindranir í flæðinu þínu. Þannig að greinilega þá eru þetta hindranir sem þú ert að reka þig á. Einhver hindranir í þínu flæði, skaka jafnvæginu þínu, skaka örygginu þínu. Og þetta er svolítið, við þurfum að muna bara hvað gerir áin þegar það er eitthvað í farveginu, ef það er eitthvað fyrir, hún bara ryður sér nýjan farveg. Ef að flæðið þitt fær ekki farveg eins og þú ert vant, þá verður að búa til farveg. Þú bara ryður nýja braut. Það gerist ekki endilega yfir nótt. Oft er það ekki, það bara svona smá samanmjallara, en það er ekkert sem getur stoppað þig 100% nema ef þú leyfir því að stoppa þig. Þannig að mundu að þú lendir á einhverju hindrun, að það er alltaf hægt að smókra sér framhjá þeim. Það er ekkert sem getur raunverulega að stoppa þig nema þú sjálf. En þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona að skilaboðin rati sönnurétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.